Jóhann R. Benediktsson, lögreglustjóri á Suðurnesjum, tilkynnti samstarfsmönnum sínum í dag að hann ætlaði að hætta störfum næstu mánaðamót. Jóhann segir að það hafi orðið trúnaðarbrestur milli sín og dómsmálaráðuneytisins og hefur áhyggjur af stöðu löggæslumála í landinu. Hann segir að almenningur skynja eitthvað mikið sé að, því stöðugt heyrist af óróa og erfiðleikum innan lögregluembættanna. Jóhann verður gestur okkar eftir augnablik. Velkomin Jóhann. Takk fyrir. Byrjum á því, þú sendir frá þér fréttatilkynningu í dag þar sem að þú gefur svona eitt og annað í skinn. Meðal annars talar þar að þú tellir að það hefur verið fyrirsláttur, sú ástæða sem að dómsmálaráðherra hefur gefið fyrir því að ákveða að auglýsa starfið sem þú hefur gegnt. Hvað meinarðu með því? Var það ekki ástæðan sem þér var gefin þegar þér var tilkynnt um þessa auglýsingu? Nei, öðru nær. Þá var eitt og annað rætt þegar ég var boðaður í ráðuneytið og fékk þetta umtalaða bréf og þar var sagt við mig að þetta hafi verið vægasta úrræði sem í boði var. Vægasta úrræði þá hvernig þá? Það hafi jafnvel staðið til að þá bara hreinlega reka þig? Það var ekki hægt að skilja þau ummæli öðruvísi en að menn hafi íhugað aðra kosti í stöðunni. Og var það ráðherrann sem sagði þetta? Nei, það var yfirmaður löggæsluskrifstofunnar í ráðuneytinu sem sagði þetta. Þannig að síðan það ekki fyrir en 10 dögum seinna að ég heyri þessa skýringar ráðherrans í blöðunum að þetta hafi eitthvað með skipulagsbreytingar að gera. Þannig að ég var allavega mjög undrandi yfir þeim lestri svo ég taki ekki dýpri á henni. Vægasta úrræði vegna hvers þá? Til hvers grípa menn til úrræðis og taka þá vægasta úrræði það sem það segja? Menn svo sem skýrðu það ekkert alveg hvað menn voru að meina með þessu en þetta var ekkert sérstaklega ánægjulegur fundur en allavega það var ekki minnst einu orði að ástæðan væri skipulagsbreytingar. En hvenær byrjar þá þessi núningur? Byrjar hann í mars þegar það eru boðaðar þessar breytingar á embættinu og er það svona eftirstöðvar hans sem að leiða til þess að það er ákveðið að grípa til þessara úrræða eins og þú talar um? Já, ég tel að svo sé að þetta er í rauninni þegar þessi atburðarásall fer á stað í mars að okkur er tilkynnt í rauninni án fyrirvara á nokkuð samráðs við stéttarfélög, yfirmenn, trúnaðarmenn eða neitt að þetta skipta embættinu í þrennt og það lá svo á að tilkynna það að við fengum aðeins klukkutíma frest til að keyra suðurréttir og tilkynna nánustu samstarfsmönnum þessa breytingu að mér var svolítið legið að hálsi að hafa ekki aðstoða við að róa það ástand sem myndaðist á embættinu þá og ég met það svo að þetta hafi verið erfiður róður eftir það. En nú verður í samsvegar ekki að deilt að embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum sem fór yfir á fjárlögum og það meira að segja ansi mikið. Voru ekki viðbrögð ráðuneytisins eðlilega menn taka og stokka upp og reyna að finna lausnir á slíkum málum? Jú, ég gagnrýni það ekki að menn séu að reyna að finna lausnir og ég gagnrýni það ekki að þeir sendu til okkur góða ráðgjafa til að reyna að greiða úr þessari stöðu. Að sjálfsögðu ber mér eins og öðrum forstöðum að vera innan fjárheimilda. Það rauninni blasir við. En staðreyndin er sú að þessi vandi er í rauninni á sér nokkuð langan aðdraganda og það eru margar skýringar fyrir honum. Við töpuðum tekjum, embættið tapaði tekjum frá varnarliði fór umsvegartekjur sem eru stærstur hluti tekna embættisins eru óverðtryggðar frá 2004, hafa ekki fylgt verðlagsbreytingum. Þannig að það er hægt að fara yfir þá flóknu stöðu. En aðalatriðið er þetta. Ríkisendurskoðun hefur farið ofan í það mál aftur og þeir hafa sagt ef það á að halda starfseminni óbreyttri, það er að segja sama þjónustustigi, þá þarf meira fjármagn. Ef embættið fær ekki meira fjármagn, þá einfaldlega þarf að fækka starfsfólki. Nú þið undirstofnun dómsmálaráðuneytisins. Hafið dómsmálaráðuneytið einhvern tímann gefið þér einhvers konar gult spjald eða gert athugasemdir við það að þið væruð að fara yfir á heftinu eins og þið gerðu það? Sko, þetta eins og ég segi, embættin sameinust 1. janúar 2007 og við erum búin að vera í mikilli vinnu allan þann tíma og við töldum okkur vera að vinna mjög markvisst að einhverju lausn sem við heldum að vera að koma þegar allt sprakk í loft upp í mars á þessu ári. Þannig að í sjálfum sér vorum við bara í samvinnu þetta verkefni og ég taldi að það væri engin bráð hætta. Við værum einfaldlega að ná utan mjög flókið og yfirgripsmikið verkefni sem væri bara í rauninni að við værum að binda bátinn öruggan við bryggju.
Þannig að það hafði ekkert verið gefið til kynna að þessi þó framúrkeyrsla ykkar að hún væri orðin of mikil og það væri komið tími til að gera eitthvað og... Sko, í rauninni, ef við kannski tölum þessi peningamál, þá, sko, það er ljóst að við erum í miklum hallarekstri síðasta vor. Og þá vorum við að pressa á það að það væru 10 nýnemar á útskrifastu lögregluskólanum sem væru frá Suðurnesjum sem vildu fá vinnu hjá okkur. Og það var ljóst að ég gat ekki ráðið þessa 10 menn í starf við þessar aðstæður. Þannig að við pressuðum mjög að fá heimild frá ráðuneytinu að ráða þessa menn og við fengum það. Býtur ráðuneyti heimilar einhverja að ráða þessa menn og eyða peningum í það á sama tíma og þeir eru að... Þeir gaf okkur heimild að auka hallann í vor. Það er alveg ljóst. Síðan fer ég fyrir fjárlaganefnd 10 dögum seinna og þá reyndar kemur í ljós að ráðuneytið hafi ekkert samráð við fjárlaganefnd þetta mál og fjárlaganefndamenn sögðu þá, heyrðu, við viljum endilega fá þetta erindi hérna sem fyrst. Við munum líta þetta hérna jákvæðum augum. En hvað gerist svo í framhaldinu? Ég fæ bréf 2 mánuðum seinna þar sem ráðuneytið segir þið munu hugsanlega fá 40 milljónir í aukafjárveitingu vegna tapara tekna vegna brottkasts Varnarliðsins en ekki minnst einu orði á þessa 10 menn sem okkur var leyft að ráða 2 mánuðum áður. Og hvað þýðir þetta? Í bréfinu segir síðan ráðuneytið þú átt að vera innan fjárheimilda. Gefðu okkur ekstra áætlun það sem þú ert innan fjárheimilda. Með öðrum orðum, þú veist, ég bara skil þetta ekki. Ég átti að fara að reka þessa menn sem ég voru að leyfa mér að ráða. Ég skil ekki þessa stjórnsýslu, ég skil hann ekki. Samskiptin á milli ykkar og ráðuneytisins og væntanlega þá aðalega milli þín og ráðherra. Hvernig hafa þau verið frá því að þú ákvaðst að draga tilbaka þessa uppsögnina, því að þú ákvaðst að draga tilbaka uppsögn sem þú hafði boðað og það var ákveðið að fara í eitthvað samráðsferli þar sem átti að fara að reyna að taka á þessum málum. Hvernig hefur það gengið? Þau samskipti hafa verið lítil og eini fundurinn sem ég átti með ráðherra þá var hann með fundarritara og skrifaði allt niður. Er það óvanalegt að ráðherra sem er fundarritara? Á svona 2 mánaða fundi, mér fannst það mjög óþægilegt og mér var sendur einhverjir punktar í framhaldinu sem mér fannst bara einfaldlega furðulegt. Hvernig þá furðulegir? Mér finnst þetta bara skrítið, það sitja 2 menn og ræða svona mál og það er einhvern veginn verið að dokumentera hvað fyrir okkur á milli og hvað átti ég að gera, átti ég að fara að gera athugasemdir við þetta og senda tilbaka, þetta var bara ekki eðlileg samskipti, þannig að ég treysti mér ekki til að hafa samskipti við hann eftir þetta. Hvers vegna eru þessi samskipti orðin svona á milli ykkar? Getur þú útskýrt það eitthvað? Hefur eitthvað komið upp sem að... Ekki svo ég viti ekki svo ég viti. Ég veit ekki, ég einfaldlega verið að leggja mig fram og eins og ég geta, en það er bara ekki nægt. Þú segir í þessari fréttatilkynningu í dag sem þú sendir frá þér alvarleg staða löggæslunnar í landinu er verulegt áhyggjuefni fyrir samfélagið allt og róttækra aðgerða ef þörf er ekki á illa að fara. Þetta er nú svolítið véfréttastíl. Fólk getur nú hreinlega bara orðið svolítið hrætt. Hvað er eiginlega nákvæmlega að tala? Það sem ég bara einfaldlega er að segja er að grunnurinn í löggæslunni, það er að segja almennur deildirnar, eru í fjársvelti á öllum stærstu embættunum. Og það blasir við öllum, það eru stöðugar fréttir af þeirri stöðu. Og það sem ég er einfaldlega að segja er að mér finnst vera að koma í gjá milli ráðuneytisins og almennings. Það er að segja hvaða vandamál, hvernig við höfum að leysa þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir í löggæslumálum. Við viljum sjá, ég vil sjá næröryggi borgarana tryggt betur. Það er það sem við erum flest áhyggjur af. Ráðherrann er að fókusera á einhverja fjárógnir eins og hryðjuverk og hann vill styrkja sérsveitina sem ég reyndar er hlynntur en hann er að leggja ofur áherslu á þessar greiningadeildir og öll þessi greiningamál og hann er að tala um einhverja fjárógnir. Nærógnirnar fyrir okkur borgarna, það er að segja börnin okkar komast örugglega í skólann, við getum labbað niður Laugaveginn á kvöldin og helgar, að það sé ekki brotist inn í húsin okkar, það er ógnir sem standa okkur næst og þar er lögreglan, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, mjög illa á vegi stödd. Er það þá þessi umræða sem margoft hefur komið upp en er kannski að krauma svolítið á yfirborðinu núna sem snýst einhvers konar deilur á milli lögregluembættanna og svo ríkislögreglustjóraembættisins sem hefur þá svolítið séð þetta fjæröryggi eins og orðaða. Er þá eitthvað til, er þá svolítið mikið til í því að það séu talsverð togstreita þarna á milli? Það er kannski svolítið önnur deila en sko kannski rót
deilunar að það fjárskortur, kerfið allt fjársvelt, löggæslan fjársvelt. Þess vegna eru menn farin að slást alla krónur og lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu sem einhver mætasti maður sem ég kynnst og alveg frábær stjórnandi, hann að reyna að tryggja hvernig hann getur hámörkun fjárins sem ráðstöfuna, sem gott, en hann rauninni vill þá þess að fá ákveðin verkefni, fjarskiptamiðstöðina, sérsveitina til sín, því hann getur til þess að geta nýtt á fjármuni betur með því að þeir séu hluti að stærri einingu. Þú ert sammála þessum hugmyndum Stefán sem hann kynnti í þessari greinans Péturs í Morgunblaðinu helgina? Sko algjörlega. Ég meina, ríkislögreglustjóraembættið getur ekki verið með alla stjórn, alla fjármuni, verið með eftirlit á sama tíma og núna samkvæmt nýjustu hugmyndum að séu líka með forvirknar rannsóknarheimildir þar að sé leyniþjónustu. Ég veit ekkert ríki í veröldinni þar sem slíkt fyrirkomulag að öllu þessu hlaðið á eina hendi. Tekur undir þá sem hafa, af því að það hefur nú heyrst rækileg gagnrýni á ríkislögreglustjóraembættið mörgum áttum. Ertu einn af þeim sem tekur undir þá gagnrýni að það embætti hafi ef til vill bólnað út á kostnað þessara nærþjónustu sem þú ert að tala? Sko, það frábært fólk sem vinnur hjá embætti ríkislögreglustjóra. Það mjög hæft fólk og þau eru að vinna í mikilvægum verkefnum, svo engin misskilji það. Hins vegar áhersla yfirmanna, þar að segja hvernig þeir vilja þróa embættið, það gagnrýni ég mjög harðlega og ég algjörlega tek heils hugar undir það hvernig Stefán Eiríksson vill nálgast þessi mál. Þannig að þér finnst ríkislögreglustjóraembættið það hafi bólnað út á kostnað ykkar? Nei, það embætti í samkeppni við okkur peningana. Er það eðlilegt? Nei, það óeðlilegt og það vandamálið. Hafa þeir komið betur út úr þessari samkeppni heldur en þið? Já, allavega það embætti sem fær alltaf nýjar fjárveitingar á hverju ári á meðan að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum fær það ekki. Við erum með sömu krónutölu á milli ára sem þýðir niðurskurður á meðan að ríkislögreglustjóraembættið fékk 100 milljónir í aukna fjárveitingar síðast ári og það það sem ég að gagnrýna. Örlítið í lokin, heldur það sé einsýnt að jafnvel þó þú hefur sótt þetta starf þitt sem hefur verið að auglýsa og þú hefur nú átt að standa ansi vel að vígi, verandi búin að sitja í þessu embætti, að þú ekki fengið þetta starf? Getur þú fullyrt það? Nei, það vil ég ekki fullyrða. Ég sé svo sem ekki að það hefur verið að ganga fram hjá manni við þessar aðstæður. En ég hins vegar tella bara ekki til neins. Ég náttúrulega verða þetta mjög erfitt starf að vera yfirmaður í lögreglu, mjög erfitt. Og við búum við hótanir og ógnanir og þetta krefjandi starf, allan sólarhringinn, allan dag ársins. Við verðum að njóta skilyrðislaust trausts okkar yfirmanna. Þú ekki notið þess? Ég get ekki fundið það og við þar aðstæður get ég ekki sóst eftir starfinu því að ég meta svo að dómsmálaráðherra treysti mér ekki. Takk fyrir komuna, Jón.